Þetta er leiðbeiningavídeó fyrir loftstýringaverkefnin og ég ætla að sýna ykkur svona hvernig þið farið að þessu í aðalatriðum. Það sem fyrsta sem þið þurfa að gera er að passa ykkur á að það sé réttur þrýstingur hérna á kerfinu og ef það er ekki, það stendur ekki 6, ef það er ekki hérna á 6 hérna mælirinn, að þá er bara mjög líklega þannig að loftpressan er ekki í sambandi. Og ef að borðið liggur svona alveg niðri þá er það nú alveg ljóst. Þannig við bara setjum í samband hérna og loftpressan fer í gang, heyrum að síðan og síðan með loftþrýstingurinn sjá til þess að borðið lyftist upp. Þannig lyftist það. Sjáðu. Þetta hérna er bara fjöltengi fyrir loft og hér er opnað fyrir að það má vera eitthvað í hérna og hér er opnað fyrir loftið. Þannig. Þetta er sem sagt verkefni 1 sem þið eiga að gera hérna. Þetta hérna er einvirkur strokkur sem er þessi hér, einvirkur með gormbakslagi, þess að gormur sem ýtir honum tilbaka. Og ég ætla bara að tengja vistaverkefnið. Þið þurfa að passa ykkur að stinga slöngunum svona vel í og fer fyrst hérna ofan í og síðan smellir hún svona aðeins lengra. Tóka hringinn tilbaka og þá er það fast. Ég ætla bara að nota þennan hnapp hérna. Þetta er þessi hnappur 30-loki. Þessi og það er að tengja hérna þessi þrýðningur því bara kraftloft inn á 1 út af 2 skiptir máli. Litirnir á slöngunum skipta svo sem ekki raunverulegu máli en hérna nota þetta sekundlitin svo þetta opna fyrir. Þá er verkefni nummer 1 búið tilbúið. Það er ekki flóknara en þetta. Svo kemur verkefni 2 og þá kemur þessi loki hérna sem við höfum kallað eðaloka. Það er þessi hérna með kúlunni og þið getið alltaf fundið rétta hlutinn að það er svona tákn á honum. Þeir eru allir merktir mjög vel og þannig að þið getið alltaf fundið rétta hlutinn eftir tákninu á myndinni. Þessi sem ég ætla að fara. Með 2 hnappa inn á hérna og það átti að vera þessi eða hérna svona svo ætla að fá með langa slöngu núna. Opna íta alveg hérna. Síðan kemur næsta verkefni. Það var þessi ofurloki og þá þarf að íta á báða í einu. Það er þessi hérna. Það gæti vel verið búið að færa þetta eitthvað til á spjaldinu. Ég var nú bara búinn að stilla þessu upp svona hjá mér. Þið verður bara að lesa á að þið séu með rétta hlutinn.
Ekki bara treysta því að þetta sé hérna eitthvað á réttum stað. Dót getur þess vegna verið bara ofan í skúffu. Eitthvað gengið svo vel frá eftir sig. Svona. Núna gerist ekkert nema að ýta á báða í einu hérna. Okay. Verkefni 4. Og þá erum við að hægja á. Flotta heitið yfir þennan hlut er stillanleg þrengsli með einstefnubokka. Þeir eru sem sagt svona og ef ég seti þetta hérna við, þá sjáum við hérna vaffið og kúluna hérna. Vaffið og kúlan hérna. Það snýr þetta öfugt í myndina í sjálfu sér. En þetta virkar þannig að ef að loftið er á leiðinni í þessa átt hérna, þá fyrir kúlan fyrir og loftið verður að fara í gegnum þrenginguna og við getum stillt það, skrúfa fyrir, láta hann fara mjög hægt út. Og svo þegar loftið er á leiðinni í þessa átt, þá fyrir kúlan frá og loftið fer auðveldari leiðina tilbaka. Þarf ekki að fara í gegnum þrenginguna. Þannig að tekkur ekki hratt tilbaka. Við þurfum að passa snúðuna rétt eins og á tekningunni. Vaffið upp hérna. Kúlan fyrir neðan. Og hann á að koma bara úr einum svona hérna. Og svo. Ég geti stillt hraðan hérna, til að það fara mjög hægt út ef ég vil. Það er hratt tilbaka. Svo er næsta verkefni, þá að bara snúa þessu við. Láta hann fara hægt tilbaka. Svona. Verkefni 5. Þá erum við komið tvívirkan strokk og honum er alltaf stýrt með 5-2-loka. Þessi er greinilega með gormbakslagi hérna. Loft hérna megin, gormur hérna megin. Og tvívirkur strokkur virkar þannig að þegar loftið fer inn á hann hér, þá fer hann út. Loft hérna, þetta er baka, það er alltaf ekki að anda frá sér. Og það er þessi hérna, stendur hérna á honum gormur, vel merkt. Og við eigum að nota og loka, hann er hérna að þá. Sko bara tengja hann hérna aftur. Og stýra þessum hérna. Ég ætla bara að taka einhverja stutta slöngu í það hérna. Svona. Fjórir, hann á að tengjast hérna megin og 2 hérna megin.
Það er að vera kraftur inn á þennan hérna. Svona. Svo kemur verkefni 6 og þá er hann loftstýrður í báðar áttir hérna. Einn okkur hér og einn hérna. Svona þetta verka. Þetta er verkefni 7. Þá er nú bara búið að setja krana, þrengingarnar á hérna. Þá er þetta komið og tækja eftir því að það þarf að snúa þeim rétt, þannig að kúlan sé réttu megin hann á að venja hann að skrúfa fyrir það loftið sem hann er að anda frá sér. Þetta fyrir hann út og ég get stillt það og hérna fyrir tilbaka og ég get stillt það hérna til að það fara alveg löturhægt eða aðeins hraðar. Þetta er verkefni 8. Ýti hér á og við sálum það tilbaka. Þessi er sem sagt þessi hér. Ef það er eitthvað vesen að virkar ekki, þá er oftast vegna þess að þessir hérna eru bara eitthvað skakkir og maður þarf bara að ýta aðeins við þeim. Það. Verkefni 9 á að virka svona. Það er að finna svona té, annarkot svona eða svona. Og takið eftir þessu haki sem er hérna í þessu hér. Það þýðir að takkinn á festast inni, það þýðir að við notum annarkot þessum hér. Þess að geta opnað og lokað og hann stoppar alltaf það sem að skila hann eftir. Þetta er verkefni 10 þegar ég nú geta gert það sjálf. Það er sem sagt að virka svona. Og þegar það er búin að gera verkefni 10 þá tökið þið örstutt vídeó af því og skilið til kennara.